þar komu slæmar fréttir í gær þegar kom í ljós að Hafnanes útgerðar- og fiskvinnslu fyrirtæki væri að selja burt úr bæjarfélaginu miklar afla heimildir og þetta kemur heimamönnum eins og nánast öllum öðrum bara í opna skjöldu og við höfum náð símasambandi við bæjarstjóran í Ölfusi. Hann heitir Gunnsteinn R. Ómarsson. Sælvertu Gunnsteinn? Já, sælvertu. Þetta eins og ég segi, þetta kom mönnum gjörsamlega á óvart, þessar fregnir. Já, þessi tíðindi komu mönnum gjörsamlega á óvart. Já, þið hafa ekki haft hugmynd það að Hafnanes ætti í erfiðleikum? Jú, ég skal nú ekki leita því að við vissum það að skuldastaðan var ekki góð. Nei. En það að aflaheimildir skyldu seldar með þessum hætti út úr sveitarfélaginu og það kom okkur gjörsamlega í opnarskyldu. Og gjörsamlega allt nema þarna humarkvótinn skilst mér. Já. Sem þeir halda eftir. Það er víst þannig. Ég skilst það. Ég hef nú ekki staðfestar heimildir fyrir því en samkvæmt allavega þessari tilkynningu félagana sem að byrti svo heimasíðu Granda. Já, einmitt, það byrtist þar fyrst. Já, það byrtist þar fyrst og með vísan í stöðu sem sagt Hafnanes ver. Já. Mjög sérstakt. Já. Mjög sérstakt. Ekki skuldaði Hafnanes ver Granda einhver ósköp það? Þetta er fyrst og fremst viðskiptaskuld við bankan, er það ekki sem það er? Þetta er viðskiptaskuld við bankan, skilst mér. Já. Þetta er nú hann stöðlega framkvæmdastjóra Hafnanes ver í gær og þetta er sem sagt viðskiptaskuld við bankan sem umræðir. Já. Grandi komið sem mála ekkert við, held ég. Nei, og að bankin hafi kannski verið að ganga hart eftir því að það er gert upp. Já, líklegast hefur það nú verið. Já. Ekki það að ég hafi þær forsendur fyrir framan mig, en líklegast er það nú rétt og satt að bankin hafi gengið hart eftir því. Já. En þetta, fyrirgefðu? Já, ég segi, maður heyri það hefði nú svona verið hægtfeldari leiðir fyrir samfélagið til minnsta. Já, það hefði verið hægt að fara. Það hefði verið hægt að fara aðra leiðir. En hvað þýðir þetta fyrir samfélagið í Þorlákshöfn og Ölfusi? Það er nú svo sem hægt að segja, svara því bara til, ég veit það ekki. Nei. en þetta er auðvitað, það veit náttúrulega ekki hvernig sagan skrifast, en þetta er ógnum við samfélagið, það er ekki spurning, ekki það að samfélagið mun náttúrulega standa hér styrkum fótum áfram, það er ekki það. Nei, en þannig eru töluvert marga fjölskyldur sem missa sitt lífsviðu væri, stór hópur fólks. Ef við segjum að allt fara á versta vega, þá er það. Já. Það er nú bara þannig. Já, 50-60 manns heyrir maður að missi þarna kannski. Ég segja það séu þarna einhverju 60 einstaklingar starfandi í heildina hjá fyrirtækinu. Já. En svo segja forsvarsmenn fyrirtæki sem ætla að halda áfram starfseminu og reyna að halda út í þessum störfum eins og hægt er. Já, ég bara veit ekki hvernig það gengur. Nei, hvernig það á gangu upp án fiskveiði heimilda. Já, ég segi það ég þekki ekki mörg dæmi þess. Nei. Reka svona tiltölulega stóra útgerð og ekki fiskveiði heimildir. Akkurat, og þetta náttúrulega getur sett töluverðan strik í reikning bæjarfélagsins sem slíks, tekjutapið bæði frá fyrirtækinu og eins frá þessum einstaklingu sem þarna missa vinnuna. Þetta kemur við bæjarsjóð. Já, vissulega hefur þetta hefur svona beina og óbeina tengingu hér í gegnum greinina hjá okkur alla. Já. Og til sveitafélagsins. Já. Við höfum bara eftir að sjá hver áhrifin verða. Einmitt. Maður er svona ósjálfrátt eftir í hug önnur fyrirtæki í sjávarútvegi sem starfa í Þorlákshöfn, er vitað eða stöðu þeirra, eru þið eitthvað uggandi að þetta sé kannski ekki einstakt tilfelli með Hafnanes, þetta geti verið á fleiri stöðum þungur róður? Það er náttúrulega þannig að þetta er nú alveg 30% aflaheimilda í Þorlákshöfn sem er að fara með þessu. Það er ekkert annað. Og þannig að það er ekkert mörg önnur fyrirtæki sem ræðis. Nei. Og það er reyndar Auðbjörg sem að hér var seld í fyrra. Einmitt. Skinnir Hinganes kaupir og eiga hér dótturfélag í Þorlákshöfn sem er reka myndarlega og gera út. Já. Ég hef nú ekki í höndunum upplýsingar hvað hversu miklar aflaheimildir eru skráðar
á þeirra vegum hér. Nei. En þeir voru með eitthvað 33-35% aflaheimilda, það er að segja auðbjörg fyrir sölu hérna. Já. Þannig að hjá þessum tveimur fyrirtækjum sem nú hafa raunverulega selt, annarkvort fyrirtækin seld eða aflaheimildina seldar, voru 60% aflaheimilda í Þorlákshöfn. Já. Það er sko ekki lítið. Það er ekki lítið. Nei. En það, ég held að sé nú engin svo sem fyrirtæki í útgerð sem að standa höllum fæti. Nei. En eins og það er eignarhaldið á þessum félögum, bæði Ramma sem er þá stærstur í útgerð í dag. Já. Og svo á dótturfélagi Skinneyjar er utan sveitarfélags. Já, akkurat sko. Þannig að í grunninn þetta ekki sko heimafyrirtæki. Í grunninn er ekki heimaaðilar sem eru að eiga þessi fyrirtæki og stjórna þeim svona. Akkurat. Já. Þannig að, jú, það eru þetta starfsfólk hér svona lykilstjórnendur kannski búsettir hér og staðsettir en þau eiga uppruna sinn annað. Já. Við hins vegar horfum jákvæðum augum á þann rekstur og hefðum til að mynda gjarna vilja sjá rekstur þeirra fyrirtækja eflast mögulega með þessum aflaheimildum fremur en að það færi hérna út af sveitarfélagi. Auðvitað. Já. Er svona upp á koma til þess að bæjar yfirvöld eða fara með sveitarfélagsins svona, hvað ég að segja, taki atvinnulífi svona til skoðunar og þannig að þetta svona lag kom ekki gjörsamlega á óvart að það þurfi kannski að fylgjast betur með á ég við eða það kannski ekki til Já, ég veit nú svo sem ekki í þessu tilviki sko hvernig það er nú kannski ég hef líka að setja þetta fram á þann veg að þeir sem að reka stór fyrirtæki að því fylgir þetta samfélagslega ábyrgð líka. Já, og þeir ekki síður kannski að vera í samskiptum góðum við bæjar yfirvöld og kjörnafulltrúa fólksins. Já, mér finnst það og ekki nokkur spurningar svo í þessu tilviki. Já. Það er nú bara þannig, við höfum ekki upplýsingar um stöðu og jú, við getum svo sem einhverjum móti komist yfir ásreikninga og glugga því og séð hvernig svona fjárhagslegt uppgjör en frá degi til dags höfum við engar upplýsingar Nei, og kannski ekki heldur hlutverk sveitarstjórnar að vera með þannig nefið og koppi hvers þannig lagar. Það eru þetta bara lögbundu verkefni sem eru fyrst og fremst hlutverk hennar en auðvitað eiga vera opin tjáskipti á milli atvinnulífsins og sveitarfélagana. Já. Þetta er í hug annað mál úr því að með þig á líninu Gunnsteinn varðandi lýsi Já. Og þurrkunina. Hvernig standa þau mál? Þau má standa þannig að við höfum gert ákveðið samkomulag það starfsemi fiskþurrkunar lýsis liggur niður í núna í júlí og ágúst. Já. Og síðan verður ákvörðun tekin fyrir lok mars á næsta ári það hvort hvort þeir munu byggja upp hér nýja verksmiðju vestan við Þorlákshöfn eða þá það er loki. Já, staðan er þannig, já. Það eru þessi bara tveir möguleikar í stöðunni. Það eru bara þessi tveir möguleikar í stöðunni og ef þeir taka ákvörðun um að loka sem mér finnst nú ósennilegra einhvern veginn. Já. Að þó veit maður ekki að þá verður starfsemi hætt hér allavega fiskþurrkunar starfseminni hætt hér fyrir lok maí á næsta ári. Já. Er þetta stór vinnustaður í Þorlákshöfn? Já, þetta er stór vinnustaður. Já. Það á sama hátt veit maður ekki sko nákvæmlega hvað eru mörg störf sem hanga akkurat á þessu. Það er einhverju byggistarfa. Það er nefnilega það, já. Það sé ekki svona 40 starfsmenn í heldinni hjá lýsi hér í Þorlákshöfn. Það er nefnilega það, sko, já. Já,
en þessar fregnir í gær, það slóu marga og ég veit að margir hugsa með hlýhug til ykkar í Þorlákshöfninu og eru bara slegnir yfir þessu rétt eins og heimamenn. Já, þetta er eiginlega, manni finnst þetta bara, þetta er einhvern veginn svo ótrúlegt. Já. Manni finnst þetta líka bara svo ósanngjarnt og þegar maður les lagabókstafinn, fiskveiðistjórnunarlögin, að þá er verið að reyna að færa sveitarfélögum í hendur ákveðið svona varnarvald. Já. Það er bara svo máttlaust og illa skrifað og illa gert. Það heldur ekki vatni, nei. Það heldur ekki nokkur. Nei, því miður. Þannig að ef maður fyrir einhvern veginn samt þegar maður lesi gegnum þetta sko að vilji löggjafans þegar hann er að setja þetta saman, hljóta að vera sá að sveitarfélögin hafi með það að segja þegar verið að selja aflaheimildir og fyrirtæki í sveitarfélaginu. Já. En það virðist ekki vera. Þannig að við erum svona, það lítur út fyrir að við séum bara varnarlaus í þessu. Akkurat. Þetta er eitthvað sem að þingmennirnir okkar þurfa að taka til betri skoðunar. Já. Er ég hrætt fyrir Já. Já. Þetta er hálfglatað. Þetta er hálfglatað þessi stað eins og hún er núna. Þetta hefur komið svo berlega ljós bara víðar sko, ekki bara þessar fregnir og Þorlákshöfn síðan í gær. Þetta er að gerast allt land sko. Þetta er út allt land. Og menn standa ekki að samla varnarlausir bara. Já. Það er bara þannig. Já. Gunnsteinn, bestu þakkir fyrir þetta spjall. Já, takk sem og við vonum svo sannarlega ykkur gangi vel í þessari baráttu. Já, takk fyrir það. Takk aðeins, blessaður. Já, bless.